til hamingju með sigurinn. Hvernig fannst þér Chris Wood standa sig í fyrstu tilraun sinni sem Bliki? Hann bara stóð sig mjög vel. Hann kemur með svona leiðtoga hæfileika inn í liðinu. Það var eiginlega bött þannig. Kannski ekki hann náttúrulega ryðgar og kom bara í nótt. Skipting mínútanna milli hans og Smith. Ertu sáttur við það? Ætlar að hafa það svona eða breyta eitthvað til á næstu leikjum? Það fer bara eftir hverjum við verðum að mæta. Hvort við mæta stóru eða litlu liði og annars verður þetta örugglega bara svona cirka 50-50 sko. Ég skil ekki. Herðu, á frábærs mínútuskipting í liðinu hjá þér, að spila engin liðinu meir en 24 mínútur. Ertu sáttur við framlag bara alls bekkjarins og er þetta eitthvað sem þú vilt halda áfram að gera í næstu leikjum? Við erum með góða braut og gott að nýta okkur það og ég held að verði kannski aðeins öðruvísi í öðrum leikjum sem er meira í samkeppni. Náttúrulega vantaði bara svo marga leikmenni á Snæfell þannig að þess vegna var þetta kannski aldrei eins erfið leikur eins og við bjuggumst við. Þið voru búin að skora 68 stig í hálfleik. Það kviknaði bara í ykkur eða voruð bara svona aggressífir í vörninn og að refsa með hraðaflöfum? Hvað svona fannst þið að skapa það? Við náðum að stela góðum boltum og svo var Ella að hitta vel þegar hann kom inn á. Það var eitthvað sem við skapað. Við hitta þyrkjastæði, við erum mikið búin að hitta þyrkjastæði í 2 mánuði. Ætlarðu að náir að nota bekkinn svona vel og svona breytt liðsins í komandi leikjum og bara þess vegna í úrslitakeppni ef þið farið ekki beint upp? Ég myndi segja, við fengum Chris í liðið til þess að undirbúa okkur undir úrslitakeppnina. Við sýnum svona skatalnir eru svona nokkurn veginn konum með þetta. Þannig að við munum ekki spila á 12 mönnum, en við getum alveg örugglega nýtt okkur allan svona kringum 10 með einhverjum leik. Skilji. Takk fyrir þetta.